call now 5626262. Þess mátti gaman sketa að þá ykkur að þakka að við erum enn í loftinu eins og maðurinn sagði. Já, og meðan þið hringið þá skemmtum við ykkur því við erum hér fyrir ykkur vegna ykkar hjá oss með ykkur. Var þetta ekki gott hjá mér? Þetta var alveg frábært hjá En heyrðu, ég ætlaði líka að koma því að því það er svo mikið álag á símakerfið, það er alltaf verið vitlaust. Já. Það gleður okkur náttúrulega óendanlega. Það að gera að fólk haldi bara áfram að prófa að hringja. Já, endilega, bara halda áfram. Að gera, ekki gefast upp, þótt móti blási, sko. En það eru margir bakhjarlar að þessari útsendingu hér í kvöld og bara UNICEF yfir höfuð. Og það eru Baugur Samskip, Fons, FL Group og Glitnir. Þetta ekki fyndið? Já. En í þakklætisskyni höfum við Sveppi tattúerað nöfn á þessum fyrirtækjum á rassinn á okkur. Já, það sem alveg rétt. Mjög gott það. Við erum komin aftur í 18 skamman frídaga síðan. Takk fyrir. Við ætlum að bregða okkur aftur hér í leikhús sport. Nú erum við útskýrið þennan leik áðan sem mjög einfaldur sem heitir Senur úr hatti. Já, og við ætlum bara að vinda okkur í þennan leik sem er mjög einfaldur. Ég dreg hér kringumstæði úr hattinum, les hana upp og leikarinn reyna síðan að spinna í kringum það. Ok, þá byrjum við, allir til. Það sem við viljum ekki sjá gamalt fólk gera. Takk. Oh my god. Hérna, réttu mér bleikt og blátt. Ég held að sé örugglega að mynda mér í því. Amma, ertu vissum að þessi undirfattasýning sé málið? Ok, við skiptum við það, við fáum hérna nýja kringumstæðu. Óheppilegu tími og staður til þess að fá niðurgang. Góðir Íslandingar. Hvað á barnið að heita? Hún gerir sig tilbúna fyrir stafnsætti. Fínt við vindum okkur inn, já, ok, býtu, nei, þetta er of dónalegt. Já, það fyrsta sem Adam sagði við Evu. Já, þú ert bara frekar sæt, hérna, áttu einhverja vinkonur. Hvað segirðu, kemur oft hingað eða? Hvað kallarðu þetta? Þú finnst alltaf lítið tippi. Já, við skellum okkur einn í næsta. Takk fyrir þetta. Já, nei, þetta er alveg svakalegt. Já, hér er einn góður, já. Lög sem maður syngur ekki í fangelsi. Svona viljum við hafa það. Ok, strákar, allir saman. Ég er frjáls. Það er svo gott að vera hér. Meira? Já, ég reynda bjóst við að við myndum taka hérna í kartöflugörunum heima, en það kom ekki. Takk fyrir það. Íslenskar ofurhetjur. Já, ég er íslensku ofurhetjum, ég er íslenskur fjárfesti. Ertu með eitthvað til sögu? Ég er kunnið það. Erstu ekki kunnið það? Búið! Mikið var þetta skemmtilegt. Ljómandi. Jó, þetta var skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. En hérna áðan þá sýndum við ykkur hvernig ætti að bera sig að við að hringja á GSM-síma eða Global System Motorcycle. Mobile, sko. Global System Mobile. Við ætlum að gera meira. Já, því að hér er ég með svona skífusíma og þetta er nú kannski eitthvað fyrir gamla fólkið, sko. Já, við náttúrulega gerum okkur nefnilega grein fyrir því að það kunni ekki allir nota GSM-síma. Þannig að við erum hér fyrir ykkur eins og við sögðum áðan. Það er bara að taka upp tólið, ekki taka í tólið. Ok. Svona.
Þá heyrist svona Kemur sótnin, A. Svo bara 5, potaru puttanum í gatið. 6, Þetta 2, ekki dónalegt. 6, Já, 2. já. Þetta mjög einfalt og þá svarar einhver í þetta tól hérna. Það ekki oft svarað í tól, en það gert í þessu. Og þetta fyrir gamla fólkið. Nota skífusíman ef þið eru í vesinni. Gaman að því. Takk fyrir. Einmitt. Já, en við skulum gefa Spaugstofunni orðið, eða öllu heldur tóninn. Ágætu gestir, tökum vel á móti hinnum heimsfræga fiðluleikara Kuzma Plekhanov og hinnum heimsfræga undirleikara hans Vladimir Vasilín. Gjörðu þið svo vel. Ja, takk fyrir ekki að gott og þetta og þetta svo halló, svo þetta ekki Já, takk að hjálpa þetta með þessu geður. Já, ekki sem fá sæti þetta. Já, takk fyrir. Já, sem fá sæti þetta. Já, takk fyrir þetta. Þetta er ekki blóðsvið. Já, þetta er næ, þetta er hvað. Já, þetta er ekki síkur yfir þetta. Já. Hvað þetta er brimbandi svo geður þetta. Já, ég var gott þetta. Já, þetta er kannski ég. Já. Ó, þetta er stóllinn með þetta sem að segja. Já, þetta er þetta með þetta að sæti með þetta. Já, takk fyrir ekki alveg þetta. Þetta er síðan. Ó, þetta er þetta. Já, þetta er hvað þetta. Gjörðu vel, ég sá. Já, þetta er þetta sem ég getur sér. Já, takk fyrir þetta. Já, takk fyrir þetta. Þessu strengi stýta þess að gera og ég með einu strengi á mér þessu. Fyrir ekki að þessi fá strengi þessu? Strengi? Nei. Þetta fá strengi þessu? Nei. Já, takk fyrir þetta. Já, þetta er þetta. Hvað er þetta þessu? Já, takk fyrir þetta. Allt er leið. Já, gett svo vel. Takk fyrir þetta. Já, og svo. Þessar strengir stegna aftur þetta. Já, takk fyrir þetta. Sætta. Hvað þetta sveitir mér hvað segir þau. Æjæ, gett svo vel. Já, takk fyrir þetta. Þessa prata var að saka. Já, þetta er svo. Ok. Þetta er svo strengir stilla með þessu. Hvað er ég að sem hvað þessu? Fyrir ekki að aðeins þetta. Bing. Sem þetta flögt þessu. Þetta er þessi var Gett svo vel. Takk fyrir kalla við þessu. Þetta. Takk að það gott að lappa þessu. Já, takk fyrir. Takk fyrir þetta. Já, við takkum fyrir þetta. Þetta er það Spaugstofan sum og jöfn, eins og við segjum. En veistu það, Sveppi, áður en ég gerist heimsforeldi, Já, þá ætlaði ég að kaupa mér expressóvél. ok. Svo fattaði ég að það er hægt að senda 12 börn í skóla í heilt ár í Svasílandi fyrir svoleiðis upphæð. Já, sem að... Fyrir kaffivél? Já, þú veist, 25.000 kall. Já, vá, það er aldrei mikið.
þess vegna mæli ég með því að fólk ætti bara að fara í Glitni og drekka frítt kaffi. Nákvæmlega. Það er frítt kaffi í bönkunum, sko. Það er nýta það. Nóg komið, finnum Eddu Björgvins. Já, Edda, ertu meðal vor? Nú, ég er komin í Alþjóðahúsið. Ég hef einhvern veginn á tilfinningunum að mig gangi betur sko að spjalla á erlendum tungumálum við fólk. Mér finnst ég öruggari þannig. Komið þið? Oh, hello! Hi! My name is Edda and we are asking, would you like to become a world parent? Is that okay with you? Getur þú tala á íslensku? Yeah, vilt þú verða heimsforeldri? Vilt þú leika tóninn? Ég heyri nú vel. Nú, þú heitir... Ég heitir Julio og er kominn frá Grænhöfðeyjum. Búinn að vera hérna í 23 ár. Ok, ég get nú alveg hugsað mér að ætlaði hann. Og ef þú tengir aðeins Grænhöfðaeyjar við UNICEF? Ef ég leyfi mér að segja, þá hefur UNICEF verið burðarás í okkar uppbygging. Grænhöfðeyjar var sjálfstætt ríki 75 og á þessum tíma þá var barnadauði rosalega mikið. Og ef ég sé Íslendinga barnadauði á Grænhöfðeyjum sé 26%, þá sé allir wow. En miðað við hvernig það var 85% þá er það rosalega mikið árangur. Það er UNICEF að þakka. Thank you þakka þér innilega fyrir. Nú, mundirðu vilja kannski kaupa mér nef? Já, það sjálfsögðu. Með hér. Þetta? Nú, þeir eru hérna nokkri sem vilja kaupa nef líka. Þakka þér innilega fyrir og nú. Já, þú ert meiri vitleysingurinn þetta. Nú, þið eru komið nef, halló. Já, takk fyrir. Þetta er glæsilegt. Gaman að sjá ykkur. Þið ætlaðu að gerast heimsforeldra, ekki satt? Þú eru að selja nef þetta. Seldu nefinn og kottu með peningana. Ég ætla bara að byrja eftir á þessu þarna með viðtalið. Ok. Takk fyrir okkur þetta. I think we are here in Alþjóðahúsið. Ok. Já. Mjög gott, mjög gott. Já, gefum mér þetta gott klapp, þetta var skemmtilegt. Það var þeir bara frábært. Mjög gott. En við skulum bara vinda okkur aftur til Afríku. Sveppi, þú varst þarna. Já, við skulum kíkja til Afríku. Já, ég er stattur hérna í Gabu héraði í Guinea-Bissá og ég er einmitt hérna inn í skólastofu sem er tróðfull af borðum sem að þið keyptuð og gáfuð hingað í gegnum UNICEF. Spáni í borð svo krakkarnir geta lært. Mjög fínt. Og þetta er eitt af stóru verkefnum hjá UNICEF meðal annars. En ég gerði dálítið skemmtilegt reikningsdæmi sem að ég er búinn að vera að vinna dálítið í sem að skipti gríðarlega miklu máli. Hlustu á þetta. Malaríunet hérna kostar 500 krónur íslenskar. 500 krónur er ekki mjög mikill peningur. Við erum að tala að það er kannski eins og ís fyrir alla fjölskylduna. Það er 1/500 úr plasmasjónvarpi sem að þeir eru kannski að horfa núna heima. Nú það er eins og 1 pakki af ílum. Nú styttist í gamlárskvöld. Sleppa ílupakkanum og kaupa kannski frekar malaríunet í staðinn fyrir fólk hér. En það er ekkert sérstaklega töff að vera með ílur. Nú bólusetning er líka gríðarlega mikilvæg og hún kostar 700 krónur og það er dálítið mikill peningur hérna og þá erum við að tala um bólusetningu sem kemur í veg fyrir 6 verstu sjúkdóma sem hægt er að fá. Og 700 krónur það er eins og jakkaföt í kólaportinu, til dæmis. Nú það er eins og til dæmis bland í póka fyrir 700. Nú, við erum að tala malaríulyf. Það er líka eitthvað sem skiptir gríðarlegu máli og fjárhæðin sem að þarf til að vippa út til að kaupa malaríulyf er 30 krónur og upp í 100 kall.
og þið þurfið aðeins að standa upp, kíkja undir sófann og þá finnið þið klink sem að nær þessari upphæð. Já, við hvetjum ykkur, kæru landsmenn, að halda áfram að reyna ef þið náðu ekki gegn af því að það er gríðalegt álag á símakerfið, en það bara veit á gott. Þannig að, já, með gleði skal gott af leiða. Og landbyggja og allt það. Já. Og hingað var að berast vísa. Jú. Það er alltaf svo gaman í svona beinum útsetningu, þá er alltaf einhverju kallar út í bæja sem er vísur og senda. Því að það nefnir enginn annar að hlusta á þetta. Þessi er svona. Í Afríku er margt að ske. Þar lifir enginn lengi. Því skulum við safna miklu fé og vera öll í sama mengi. Já, þetta var frábært. Þetta var frábært. Vantaði reyndar stuðla á höfuðstafi, en það er kannski allt í góðu lagi. En við ætlum að skipta boltanum yfir á Þorstein Guðmundsson. En þess móti gaman sketa að þá er þetta ekki persónan Þorsteinn Guðmundsson, heldur er þarna karakter á ferli sem að hann bjó til. Yfir til þín. Nei, Já. Halló? Já, góða kvöldið. Er það húsbóndinn á heimilinu? Húsbóndinn? Nei, ég er Róni sem var brustinn. Er þetta húsbóndinn? Já. Já, komdu sæll. Ég er að hringja fyrir hönd UNICEF. Það er dagur Rauðanefsins og við erum að safna fyrir hungruðum heimi. Hefðir þú áhuga á því að styrkja söfnunina? Já, alveg endilega. Ég er reyndar að keyra þetta inn í göng, þannig að það getur verið að ég detti út. Býttu, er þetta ekki heimasími? Jú, en ég er á húsbíl. Má sérst bjóða þér að styrkja okkur? Já, endilega. Þetta er svona fyrir hungrað fólk í Afríku og svona. Jú, að sjálfsögðu. Ég er búinn að pæla þess að því. Fólk með stóra maga. Svona á myndum. Hvernig vitið þið í raun og veru að þetta sé hungrað fólk eða bara feitt fólk? Það leynir sér nú ekki. Já, ég er ekki að vissi það. Það væri voða leiðilegt að vera kannski að styrkja, styrkja svona einhverjar feitapólur í Afríku, skilurðu. Það er ekki gaman. Vinur minn, hann er með svona mjóan haus og svona títubrunalappir, svaka bumbu. Hann er bara feitur, sko. Já, ég get bara alveg sagt þér að þau eru ekki feit, þau eru hungruð. Ok, þetta er bara pæling. En vilt þú sérst leggja málefninu lið? Já, alveg endilega. Heyrðu, leið mér að ná í kreditkortið mitt. Ok. Hvað er kreditkortið? Já, ertu þarna? Já. Ok. 589, 19, 13, 17, 69, 50, 13, 27, 18. Og gildistíminn er júlí. Ok, og hvað viltu að ég skrifi þið fyrir hárið hvaða mánuði? Já, settu bara, þú veist, 10 skall. Ok, 10.000. Herri, nei. Höfum þetta bara mjög fínt. 500.000 á mánuði. 500.000 á mánuði? Já, ok, glæsilegt. Heyrðu, ef það verður svo eitthvað vesen með kreditkortið, þá hringi í því. Ég er hérna með númerið þitt. Aha, ég skil. Ok. Ég sé það núna, ég er ekki með neitt kort. Þessar tölur, þetta voru tölur úr fortíðinni sem að leituð á mig. Ok, þannig að ég á ekki að setja þetta kortið. Viltu kannski hafa einhvern annan greiðslumáta á þessu? Já, ég vil vera geðveikt góður engill. Ok. Nei, ég sá þetta í blöðunum. Já. Segðu mér meira. Já, en dragdrottningar eru orðnar þekkt fyrirbæri á Íslandi og
má sjá þeim bregða fyrir á ótrúlegustu stöðum. Já, en dragkóngar, það nýtt fyrirbæri hér á landi og hafa þeir átt undir högg að sækja. Jú, vissulega. En til að bæta úr þessu eru hingað komnir nokkrir dragkóngar og kalla sig Purupilda. Peace up, A-Town down. Yeah. She was checking up on me from the game. She was sitting in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out! She's saying, "Come get me, come get me." So I got up and followed her to the floor. She said, "Baby, let's go." When I told her, I said. Ég myndi ekki vilja mæta þeim í dimmu húsasundi. Já, þetta fyrsta skipti sem ég til í strák. Já. Hvað? Þetta eru stelpur, come on, ég er að djóka. Óskar, heyrur í okkur? Ertu þarna einhver staðar? Ég heyri mjög vel í ykkur núna, já. Gott. Ertu ekkert sprunginn? Nei, en símkerfið var að springa hérna rétt á hann. Þeir eru búin að bæta við 60 línum, þannig að það eru komnir einhverjir 150 manns hérna inn að svara. Unnur Birna var að bætast við. Það er góð stemning hérna. En það er eitthvað 299.000 Íslendingar sem eiga eftir að hringja. Maður skilur það vel, jólin eru að nálgast. Fólk vil ekki fara í jólaköttinn. En hvað er hérna? Ég sé að Unnur Birna er hérna fyrir aftan þig. Hárrétt. Ertu eitthvað búin að vera að reyna að tjekka á henni? Nei, hún er alveg svo vekkur. Já, það? Ekki tala um mig. Ok. Bara í símanum. Já, það er gott. En hvað það var einhvers konar söfnunarátak á Bylgjunni í dag. Fólk var að hringja inn og segja brandara. Og hann Davíð hérna, hann laumar á tölunni sem að safnaðist inn. 798.195. Geð okkur gott klapp. Glæsilegt. Huggulegur maður þarna. Huggulegur hann Davíð? Já, mjög. En eins og ég sagði þá hefur verið að rigna hérna inn heimsforeldrum.
eftir að við tókum upp þráðinn og heildartalan sem hefur safnast hérna í kvöld af heimsforeldrum, nýjum heimsforeldrum, er 1386. Glæsilegt! Það þýðir að okkur vantar ekki nema 104 til að komast upp í 10.000. Það eru komnir samtals 9.896 heimsforeldrar á Íslandi. Glæsilegt! Má ég heyra fagnaðarlæti? Óskar! Já. Ég sé að þú ert að merkja þig. Já, ég verð að reyna að halda einhvern veginn reiður á þessu. Gæti verið að þú þurftir að fara úr einhverjum eyru ef það bætast fleiri við. Það er aldrei að vita, sko, hvernig þetta þróast, sko. Þetta er að breytast í fatafellustað hérna. Þetta ætti nú aldrei að vera hvatning fyrir landsmenn til að halda áfram að hringja. Nei, vil sjá þig Já, það naktan. fyrir eftir hvernig fólk vil sjá mig. Já, jú. Það er gott að heyra. Takk fyrir þetta, Skari. Takk sömuleiðis. Sjáum hvað þetta er. Sjáum hvað þetta er.